Góðan og blessaðan daginn, ég heiti Gunnar Ingi Gunnarsson og er samnæðarprestur í Lofstofan Baptistakirkja. Þú ert að horfa á netþáttinn Apologia þar sem við tökumst á við spurningar hvað varðar kristna trú. Og spurningin sem við erum að díla við í dag er hvað ef það kemur svo í ljós að Guð, að kristni Guðinn sé líka Búdda og Allah. En það sem ég fatta tilgengina á bakvið spurninguna, en þú veist, það er að segja í rauninni hvað ef þú fattar að öll trúarbrögð eru í rauninni sami Guðinn. En ég vil bara taka það fram að Guð, að Allah er náttúrulega bara arabíska fyrir Guð, þannig að það er titill, það er ekki einhver sérstakur Guð. Ég veit að nota múslimar þetta mest út af því þeir tala mest arabísku, en það er líka kristnir sem nota Allah þegar þeir biðja til hins kristna Guðs. Þannig að og Guð er náttúrulega bara titill fyrir Guð, nafn hins kristna Guðs er Jahwe. Og Búdda var sjálfur, horfði ekki á sig sem Guð, og ég held í nokkuð vissum að flest allir búddistar horfa ekki á Búdda sem Guð. Það er hort upp til hans, það er jafnvel lofað hann á sömu tímum, en það er ekki hort á hann sem Guð, heldur einhver sem náði guðdómleik eða náði að upplýsast, ef ég mann það rétt, svo langt síðan ég las mig um búddisma. En hér er ástæðan fyrir því að það kemur ekki í ljós að allar trúur eru rauninni að benda á sama Guðinn, út af öll trúarbrögð í sjálfu sér segja við erum það eina sanna trúarbrögð. Þú getur sagt, Bahaísmi og eitthvað svona, það eru einhver trúarbrögð sem segja bara, samanbland af öllum trúarbrögðum er okkar trúarbrögð, og það færði í til dæmis Bahaí. En þegar þú horfir á trúarbrögð í sjálfu sér, þá sérðu að hvert einasta trúarbrögð segir við erum rétta trúarbrögð og það er ekkert annað rétt trúarbrögð. Og meðal annars segir það, til dæmis Jesús segir, og ég er alltaf að taka þetta vers fram í þessu þætti út, en þetta er gott vers til þess að gera hennar punkt. Í Jóhannesarguðspjalli 14:6, Jesús segir við hann, ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið, enginn kemur til föðurins nema fyrir mig. Ef þér hafið þekkt mig, munið þér og þekkja föður minn, héðan af þekkið þér hann og hafið séð hann. Þannig að Jesús er að segja að það er einn Guð, það er ein leið til Guðs og það er í gegnum mig. Og öll trúarbrögð eru með þetta í sér. Þú ert að fara með okkar trúarjátningu, þú ert að biðja á réttan hátt eða gera þessi mismunandi hluti. Þannig að það kemur ekki, ef það kemur í ljós að allt er sami Guðinn, þá myndi ég segja af hverju þú ert ekki fullkominn, þú ert lygari, þú ert ekki það sem Guð er. Guð er góður, Guð er fullkominn, Guð er almáttugur, og öll trúarbrögð í sjálfu sér segja okkar trúarbrögð er rétt og ekkert annað. Þannig að af hverju held ég ekki í til dæmis Bahaísma, út af því að trúarbrögðin segja við erum á móti þér, og til dæmis með kristna trú við réttlætumst ekki á góðum verkum eins og í flest öllum öðrum trúarbrögðum eða losa sig við slæma hluti og eitthvað svona, heldur réttlætist við fyrir Jesú Krist, og ávöxturinn af því er siðferði, er gott siðferði. Þannig að það er allt of mikið sem aðgreinir mismunandi trúarbrögð, og öll trúarbrögð eru sammála þetta er gott og þetta er slæmt. Það er gott að heyra föður og móður og það er slæmt að myrða og svo framvegis. En þegar það kemur að því af hverju sleppir manneskjan ekki að drepa fólk og gerir það sem er gott, að þá kemur mismunandi svör. Og kristin trú segir fyrir Guð til að vera góður, fullkominn og réttlátur, þá þarf einhver að taka á sig okkar synd í okkar stað, og þar kemur Jesús Kristur. Þannig að leið og kemur að svara spurningunni af hverju er heimurinn eins og hann er, af hverju er allir að drepa alla, af hverju er allir að ljúga svo framvegis, að þá fara trúarbrögðin í mjög mismunandi áttir. Þannig að það er engin leið að öll trúarbrögðin séu bara mismunandi leiðir upp að sama Guðnum, út af því það er ekki sami Guðinn. Takk æðislega fyrir að horfa á þetta myndband. Ef þú vilt að við tökumst á við spurningu sem þú ert með, þá er þið velkomið að skila við komment við þetta vídeo. Þú getur einnig sendt okkur e-mail á e-mailið hér fyrir neðan. Ef þú vilt vita meir kirkjuna sem framleiðir þessa þætti, þá getur þú farið á lofstofan.is. Þú ert endilega velkomin á samkomin hjá okkur, við elskum að sjá nýtt fólk. Og ef þú vilt horfa á fleiri myndbönd, þá getur þú ítt á linkinn hér til hliðar.